láttu hjarta ráða. Grænn djús uppáhalds orkuskotið mitt. Í dag ætla ég að kenna ykkur að búa hann til og ég ætla að nota blandara í staðinn fyrir djúsvél. Það mikið betri nýting á hráefninu, auk þess sem að það líka mikið skemmtilegra að þrífa hann. Ástæðan fyrir að ég held upp á grænan djús að mér finnst það frábær leið til að borða meira af grænu laufgrænmeti og grænu grænmeti almennt. Við byrjum á að setja vatn í blandaran ásamt því káli sem við kjósum að nota. Þar sem blandarar eru mismunandi kraftmiklir, setjum við grænmetið í hann í nokkrum skömmtum. Ykkur frjálst að breyta uppskriftinni og aðlaga hana að ykkar bragðlaukum. Þegar við notum blandara í staðinn fyrir djúsvél, sigtum við djúsin til dæmis í gegnum spýrupoka, nælonsokkur dugar líka. Hrati má nota á ýmsa vegu en ég mun kenna ykkur það síðar. Djúsin geymist í kæli í sólarhring en einnig má frysta hann. Bestur hann þó alveg nýr. Ég elska að endurnýta krukkur undir safa, seika, djúsa og ýmislegt. Þegar við hellum bara í. Setjum lokið á og hlaupum í vinnuna.